Góðan blessan daginn, Sunniva. Góðan daginn, Birta mín. Ég held ég sem að byrja ókslega oft þættina að segja góðan blessan daginn. Já, ég held það alveg svona fyrir ofta með hvað segir það aldrei alveg. Nei, en leðilegt. Góðan og blessaðan daginn, Sunniva. Góðan og blessan daginn. Ég ætla að færa mig frá mæknum af því ég er alltaf allt og nált honum bara Veistu það? Já, ég heyri bara í mér, ég held að bara anda í mækin. Já, viltu kjöra svo vel að vera ekki að því? Já, bara afsækið. Heyrðu, heldur bara smá límonaði handa okkur. Já. Hérna, kannski eru ykkur að furða sig á því okkur við erum ekki að drakka te, en það er eitthvað reglur í tebúinu Nei. og það er sumar og okkur finnst þetta bara frískandi. Já. Það ekki? Það er bara alltaf svoleiðis, sko. Oh my god, þessi klaki á næstu í farin eitthvað. En hérna, já, þannig að Hljóðið í glöggunum. já, Þetta er skál. skál. Fresh in lemonade. Já, Það er sumar, það er júlí, það er bara næs það er veður. bara, já, við erum í góðu skapi. Já, Um, alltaf þegar það er sumar, það eru góðu skapi. já, Og svo ert þú góðum ekki í jólum. London þegar þessi aftur að koma út? Ég er bara að lenda, já. Þú ert bara- Eða ekki bara nýlent. In air. Pældi ekki að vera skrítið að vera flugvél. Oh my god, ert ekki spent to walk down the aisle? Ángriðis, ég ætla að vera bara... Ég fara bara líka við í gamlu flugfröðuhælana mína bara... Jokes. Hvað er meira statement þegar maður er flugfröðu og labba niður völlin, sko? Nei, það er, leiðir ekki bara svo drottningu. Man líður sem að væri royalty, sko. Já, ég skal trúa því. Ég er líka bara svona þegar maður yngri þá er maður alltaf bara, wow. Já. Sérstaklega ef ég sá, þú veist, flugmann eða flugkonu, þá er Já. ég bara, oh my god. Já. Það er þetta svona the king queen. Já. Hitt er svona princesses. Já. En hérna, þú þurfum eftir að fá bara fyrirlild í magan þegar kemur eitthvað svona, this is your captain speaking. Ángriðis. Flossbakku fyrirldi bara... Já. Svo fær maður kannski leiða þessu strax. Að maður þarf að vera með gríma og eitthvað. Já, það er kannski svolítið Já. erfitt. Reynda stutt flug. Já, reyndar bara 3 tímar eða eitthvað. Já, það er ekkert, you Ég er will ekki stressuð survive. því, sko. Nei. En hérna, ég er svo afbrýðsum á góðan hátt og Ég þú sért veit að fara út, sko. I know, baby. You know, en þannig að þú bara, þú veist, þú gerir allt tvöfalt fyrir mig líka, ekki bara. allan daginn. Þú getur... Ef þú ert að fá þau mimosa, þá bara færðu þau 2 skilur og... Það er bara að vinsta málið, sko. Ég haf vel 3 bara. Það ekki? Eina fyrir Gunna líka. Já, og kannski fyrir Emblu. Já, kannski eftir 18 ár. Já. 20. En hérna, ég fyrir mig næst. Það er bara svo leys. Þið bæði, Já. bestu mín. En hérna, áður en við hendum okkur í fyrsta dilemma krísu þátt. Krísa? Viltu það skrýta orð? Já, við fundum, við glemdum að segja, við Já. fundum orðið, íslenska orðið fyrir dilemma og það Já. er einu bara krísa. Já, vinkona okkar senda okkur það. Bara, herri, ég fann þetta, ég var að brainstorma með ykkur, það er krísa, ég var bara, Oh my god. það er svona smá svona, ég hugsa bara crisis. En dilemma, crisis, þetta er til ykkur liður, held ég, eitthvað staðar í svona útvarpi. Það hljótaður að vera með eitthvað nafn yfir þetta. Já, Já. ég veit ekki. Þetta er bara að leysa vandamál eitthvað. Ég held að allir sem hlusta á tebúið vita að við erum ekkert eitthvað, þetta er ekki íslensku podcast. Jú. Ég er alveg saman að það heiti bara dilemma, sko. Ég er bara okay with it, sko. Já, ok, þá bara it's settled. Það ekki? Við erum bara að tala ensku svona 90% af Ég veit það. podcastin okkar, sko. Já. Við verðum ekkert að taka hérna enskan þátt. Já, hvað þátt ætlum við aftur að taka og vorum með... Ég man það ekki, af hverju svona gleymi núna. Það er einn gestur, sko, einn stelpa sem var með mér hérna, í skólanum í Boston sem ég væri svo mikið til ég að fá sem viðmælanda. Já. Hún er reyndar ekkert á leiðin til Íslands en neitt þannig, en bara svona ef hún einhver tíman þá verðum við að fá hana. Ok. Að því, sko, veistu hvað? Hún lenti í daginn. Instagram, og það eru bara Instagram reikningurinn hjá Instagram. Já. Fattar mig? Já. Þau voru bara að deila efninu hennar. What? Já, hún er sko bara blowing up á social media, já. Er hún með eitthvað svona náttúrumyndir eða eitthvað? Nei, hún er bara sko being her fierce little self. What? Já, hún er bara eitthvað svona, hún er svo geggjuð, við verðum sko. Já, hvaða vinkonum var það? Og hún heitir hérna, ógst að fyndi, þegar fyrsti dagurinn þegar við byrjum í skólanum, þá áttu svona að standa upp og segja hvað við hétum. Og hérna, og allir stóðu upp og eitthvað svona, svo koma henni og ég sá strax, bara þegar hún labbaði inn í herbyggi bara, vá, þetta er, þú veist, að því hún er bara sjúklega confident og það bara, það skín, ég hef aldrei séð svona manneskjáður, ég þekki mjög mikið vinkonum okkar er confident og þannig þetta og bara on another level, sko. Og hérna, svo komaði henni í skólanum og eitthvað svona, eitthvað svona, hún átti að standa upp og segja, hún stóð upp bara, hi guys, my name is Beyoncé og svo var bara
og allir eitthvað svona og eitthvað, joke Þú ég bara svo, hver segir á fyrsta deginum í skólanum, skilur maður alltaf eitthvað, hello, my name is Birta skýt í sig Louder, Birta Ándjóks en hún var bara, en hún heitir á Instagram Ég ógeðslega forvitin sjá hvernig lítur út að því að tala svo mikið Ég hef sýnt þér hana áður, sko þannig að þú Jú, ég man eftir Hún heitir henni Acheng Ok, ég kann ekki skrifa Nei, en hún heitir No Ordinary Noor á Instagram en ég skal bara sína þér Já, ég man eftir henni Queen og bara búin að, þú veist, byrtast í Vogue með ógeðslega fyndi, hún byrti mynda sér þar sem hún var búin að photoshoppa sig sem Vogue coverið og var bara in my dreams svo var Vogue með eitthvað svona samfélagsmiðla dóttir í eitthvað og tóku mynda henni þannig að hún manifestaði sjálfa sig inn í Vogue Já, eins og það var allir að gera þetta svona Nei, þetta var ekki svona keypt Þetta var ekki svona keypt hvað er það? Það var allir, nei, ég er ekki að tala það okay. Ég er að tala um þetta var alveg trend með Vogue, dótið, skilur Já, að setja sér fram á það já. En hún var bara að gera þetta fyrir nokkrum mánuðum síðan Já Okay Sorry Okay, en hún heitir Acheng og hún var líka í Ellen og eitthvað Ok Já, hún er Queen Allavega, ég var bara að hugsa um þetta held ég bara í morgun ég væri svo mikið til að fá Acheng þá var ég til að taka bara 100% enskan þátt Já, við gerum það náttúrulega ef við fáum eitthvað enskumælandi gest sko. Það verður eitthvað annað mikið veistla sko. Ég þarf eiginlega bara sendinni bara hey baby, so when are you coming to Iceland Já, kannski eins og ég veit að margir sem eru með að fá svona gesti skilur út allan heim það er bara tekið upp skilur gegnum bara zooma eitthvað þannig, já þá er hún bara með eitthvað hljóð sem hún tekur upp skilur og ok, can do sko ok, ég ætla að fara að googla how to do it en hún er mjög duglega að ferðast þannig að þú veist, ef ég væri bara nákvæmlega til Íslands þá myndir hún að segja bara segja henni bara, eða þú ert ekkert eitthvað heyrðið einmitt, ok, anyways það sem við ætlum að fara að tala um var nú Laugar Spa Organic skincare Elska, ég var að setja á mig möttmaskan í gær það? Ég þarf svo mikið að fara að gera Ég er alveg bara svona að reyna að manifesta góða húð fyrir London skilur þannig að bara clear up this mess sko Ándjóks, var ekki líka bara pínu key að setja svona bara svona lúmst lag af þú veist, hydration radiant maskanum fyrir flug Jú, það varst að fara á málu en þú veist, ég var alveg nota radiant maskanum þetta make-up sko Já, það? Já Ok Ég veit ekki alveg hvort það eigi að vinna saman en það hefur aldrei gert neitt það hefur aldrei verið slæmt sko Nei, ég hef bara heyrt þér oft margir með eitthvað svona rakamaska og eitthvað þannig í flugum ég myndi bara að fyrir langt fluga þannig ok, kannski við okkur erum að fara í morgunflug þannig að kannski förum svona mæta og bara beint að gera eitthvað skilur Já, true þannig að mögulega leiðin heim að því að maður verður alveg dry hana í hálóftarum sko lofti í flugvélum er bara dry sko það er bara þurrar en þurrt ég var að fljúa og lifði ég á rakamaskanum sko Já, vá, ég skal trúa því bara rakamaskanum og body oil ég var bara upp á hótelherbyggum bara drenched maður var svo dehydrated sko. Já, það ég held að það sé ekki key þannig að fyrir alla þá sem eru að fara að ferðast og ef þið eru að fara að ferðast þá bara I envy you, can I join en það er bílaslega gott tricks líka því að þú veist hann sést ekkert skilur þú lætur bara þunnt lag skilur þá er þetta bara sést bara ekki að glói það sést ekki neitt líka glosser það myndi líka alveg virka klárlega það er bara með það fresh bæta svo á bara ef þú átt sem að flugi eitthvað hjálpi mér sko go clean your skin í miðinni sko halló hjálpi mér ég hef aldrei farið held ég átt sem flug ég farið án þess að vera að fljúa skilur já jú kannski eins og hann að því fótt að Las Vegas já nokkla en nei þá var ég bara og alltaf bara crispy make-up skilur help þannig að það er eitthvað ferðatips frá Birtu Sunnevu The Glow Package Ándjóks Fá ykkur glóserum, rakamaska og auðvitað body ólíuna af því að þú veist, það er ekki bara andlitaður sem þóttnar sko it's the whole body líka, þú veist, ég var óslega crispy mannskja bara húðum mín þú er svona svo krókudíll já, stundum eða svona á löppunum alltaf því gleymi alltaf að setja á mig raka þar svo fæ ég bara svona þráhyggju fyrir að setja á mig raka og þú veist, þess að núna er ég bara alla daga bara að raka mig upp af því að leiðu þú veist, þá sé ég bara svona rökkur í húðinu minni og ég er bara svona, hvað er ég að gera? Snákur eitthvað já, snake skin bara svona, hvað er ég að gera? Hvað er ég að gera sjálfur mér þetta? Já, að því maður setja alltaf svona áður maður að setja þessu brunkur út í þessina sem er kannski svona einu sinni þessari viku
svo bara hina dagana að gleyma þessu og ég sem fyrir alveg. styrtu kannski svona eins þessar dag Já, nokkulega. þá húðin mín ennþá náttúrulega þurrari Hrikalegt. Eitt sem við glemdum líka alltaf að ræða það var í summer bucket list að ég held, þá er ég náttúrulega ennþá Preggers og ég var að tala hvað ég var átt í miklum erfileikum að setja á mig naglalakk á tætnar og svo bauð Laugarspá okkur í pedicure. Við erum ekkert búin að koma og síðan þá í podcasti. Við erum búin að koma síðan þá, við erum ekki búin að ræða þetta. Já, ég minna það var svo, þetta er örugglega besta pedicure sem ég farið í æfum minni sko. Þetta er besta pedicure, ég hef farið einu svona áður eitthvað í Tælandi og eitthvað og þá bara svona, þá var ég einhverjum weird ass stól og bara svona konur, þá bara svona opið rými og svona allir að binna út og eitthvað en þarna, við vorum bara ágrís, við vorum bara tvær bara í svona, löpum bara inn í herbyggi og það eru tveir svona hægjendastólar og það bara geði kósi tónlist, það var ber og freyðivín og bara við vorum báðar að vinna í Laugarspá og aldrei séð þetta herbyggi sko. Ég bara, where have you been? Halló sko. Þetta hefur greinlega búin að vera mjög lengi, ég spurði Birgit úti ég bara, af hverju hef ég aldrei heyrt þetta hefur aldrei eitthvað? Nei. En ég er andurs búin að sjá fólk núna vera að fara í þetta. Já, og svo fór vinkun okkar mamma hennar átti ammali, þannig hún bauð henni í pedicure geggjuð hugmynd ammælisgjöf, bara snill. Hún var bara takk fyrir að gefa þessu hugmynd. Já, bara ógeðslega góð hugmynd og þær voru bara mæðgurnar þarna, þú veist, að fá sér freyðivín og þær voru ávextir og þær voru fengu eiga vel þessi lit á tætnar og þetta var svo mikið æði. Þú veist, eiga naglalagi. Já, og svo fengum við eiga naglalagi, og svo líka, þú veist, fætunar á manni, þú veist, skruppurinn og allt þetta var svo geggjað. Það var svo þægilegt. Þetta var ekki, Ég held að við varum bara að fara að láta naglalokka okkur eða eitthvað skilur og svo var þetta bara að fóta nutti og bara, oh my god svo var ég bara, I'm sorry að þú þurfa að snerta með fætnar en vákaðu gott þetta var æði þannig að við mælum 100% með sko, geti ekki mælt meira með sko nei, svo það Mist og Co Herðu, eitthvað meira satisfying ég var að pæla í þessu því ég var 3 bustunum mína flestir förnabustar svona langflestir eru þú veist svartir svo verður hárin hvít og svo einhverjum tímabúti hætta hárun að vera hvít það er bara svona meikbrún bara svona brún einhvern veginn kannski að þú ert að nota þú veist kinnaleit þá eru það kannski bleika eitthvað Nei, ég held að bara með sambustan í öllu síðan mér ég líka þannig að sko þegar ég þrývan þá basically kemur svart sko þú veist þetta er bara svona mikið ekki fallegt eina sem að kemur þannig úr hjá mér þegar þrýfa Markin beinbusta minn sko já, vá Þrýfur hann ekki? Nei. Birta, ok. Herru, ég ætla heim. Og getur notað Mr. Co í það? Já. Oh my god. Girl. Hvernig fattar ég það ekki? Þetta grínast, Nei. Þetta er bara alveg eins og... Förnabusti? Já, þetta er basically förnabusti. Ég nefndi að nota minn daglega, það er svona kannski... Nei, samt ég hef alltaf þrýfað hann reglulega. Ok, ég þarf alltaf bara, Jesus. Ég klipp þetta út klipp Nei, en Don't be a Birta Já, don't be a Birta sko En það er ekkert meira satisfying að vera bara, þú veist, að þrýfa bustan sína og bustanir eru aftur orðnir, þú veist, með hvítt Ángríns Og líka þetta Líka bara make-bustin af því að, þú veist, ég var oft prófað margar svona bustasápur og það er ennþá bara, hann er ennþá bara svona skítur Já, maður svona færi ekki svona satisfaction á sig allt farið en með Mr. Co það er bara svona everything bara gone já, á nokkur sekundum og þurr já blows my mind bara ef þið hafa ekki pröfað þetta get your ass bara and buy it kaupi, já, ándurs bara pröfið þetta af því ég lofa, þú veist, ég held að séu fleiri eins og ég núndi sem bara svona ég veit ekki hvort þú erum bara að segja þetta er svona spray já, þú sprayar bara í bustan svo bara nuttaru í annarkvært hangklæði bara þeim eða bara ég notaði bara stort baðhangklæði, sorry mamma já ég notaði frá þeim ég myndi nota dögt hangklæði já af því ég var að þrýfa svo marga busta og brungubusta og allt þetta bara hangklæði smá svona kláti eftir það já en þú veist það mér að kenna já en ég notaði mitt hangklæði bara frá Mr. Co já, og það var, þú veist, það er svo mjúkt og líka það er hægt að nota til að taka make-up af já þetta er svona, bleitir það og þarft ekki sápu já, svona, og sniðt en alltaf double cleanse bitch já, alltaf double cleanse, en þú veist, þetta er fínt svona kannski já, þú þrýfa make-upi, sko, það er ekkert mér finnst ógeðslega gaman að þrýfa húðinu mína mér finnst ógeðslega leiðilegt að þrýfa make-upi sammála alltaf bara eitthvað svona að reyna að ná þessu kemur allt svo mikið en það er ríkalegt, sko sammála en Mr. Co fæst í Hagkaup og á heimasíðunni þeirra Mr. Co.is anyways
Are you ready? Dilemma time. Dilemma time. Það fá svona autotune svona þegar við byrjum að syngja. Við þurfum líka að byrja á því að segja. Já. Smá svona disclaimer, sko. Smá disclaimer. Við erum ekki sálfræðingar. Nei. Við erum ekki sambandsráðgjafar. Við erum ekki sérfræðingar, við erum ekki geðlæknar. Við erum ekki krísusérfræðingar. Við erum bara alveg svo þú sem ert að hlusta og við erum bara að spjalla og bara koma með okkar álit en ef það er eitthvað alvöru vandamál þá mælum við náttúrulega alltaf með því að leita til bara sérfræðingar og já, fólk sem veit hvað það er að gera, við veitum ekkert hvað við erum að segja. Nei, við erum bara að tala út frá okkar reynslu og okkar skoðun sem að skiptir engu máli fyrir neinum. Ekki neinum, en þannig að þú veist ekki taka okkur ofalvarlega, þetta er bara okkar skoðun. Já, þetta er bara, við erum að hafa gaman, við erum bara að spjalla. Já, við erum bara að reyna að hjálpa ykkur alveg eins og ef þú kæri gestur sem sendir inn þína krísu, ef þú sætir inn á borðið, þetta er nákvæmlega sem við myndum segja. Já. En þú ert alltaf bara með hit in the back of your mind. Já, bara við vitum ekkert hvað við að segja og þú veist, ef þú ert ekki sammála okkur þá bara, það er bara allt í góðu, sko. Og það er bara, oftar en ekki eru þið ekki sammála okkur og það er bara mjög flott. En við fengum nefnilega senda inn dilemma sögu. Ég elskaði líka hvað þessi fyrsta sagan kom bara strax og við gáum út. Já, bara, you are a real one. Sko. Já, og ég þakka kærlega fyrir það. Já, gaman. Á ég að lesa þetta? Já. Þetta er allt nafnlaust, allt sem ég sendi inn er nafnlaust, þannig að þið þurfum ekki einu svona að biðja 100%. Að við eigum ekki eftir að segja nafni. Eins og við sáum kannski í nafnun á þættinum, þá er þetta svolítið tengt svona vinkonum. Já. Og dempa okkur í þetta. Já. Ertu tilbúin að hlusta á þetta? Ég er tilbúin, sko. Hún segir hæ, ég er að hlusta fyrsta þáttin í 3. seríu og þið eru að segja þetta með að senda ykkur með dilemmas. Og ég er með nokkur svoleið sem ég væri geðið til að fá ykkar skoðun og hjálp á. Allavega, ég er 16 ára og ég var að klára fyrsta ára mitt í menntaskóla. Bless. Ég var í mjög stórum vinkonahóp í grunnskóla en eftir við byrjum í menntaskóla splittaði sá hópur upp og við urðum 5 eftir saman í vinkonahóp. Þetta voru alltaf ganga vel og allir vinir og allt svoleiðis en svo í byrjun voranarinnar eignaðist ein í vinkonahópnum kærasta. Hann er ári eldri. Endar yfirleitt ekki vel. Ný. Þetta gerist á sama tíma og hún er að fá bílpróf og í kjölfara af þessu fara þær að vera svo mikið með þeim og þá er aldrei pláss fyrir mig lengur. Ætli þeir sé þeim, segir hún hana, ætli það sé þá kærastinn hennar og vinir hann. Já, vinkonunnar. Þær eru 5, sko. Ok, hlusta bara. Já, þeim sé þeim. Fara þær að vera mikið með þeim. Já, og þá er aldrei pláss fyrir mig lengur. Það sem að þau er alltaf bara að rúnta. Ég skil samt aldrei af hverju það var ég sem fæ aldrei að vera með þeim. En ekki bara skiptast á að vera heima hjá okkurum. Þetta gengur svona áfram mjög lengi og ég er alltaf ein heima og líður bara mjög illa. Elsku. Foreldrar mínir eru farin að taka eftir því hvað ég er skilin út undan og sjá hversu illa mér er fara að líða. Þau eru endurst að segja að ég þurfa að tala við þær þetta. Ég enda á að segja einni af þeim frá þessu og hún segist ekkert hafa tekið eftir þessu og vera með mikið samviskubit. Og hún segist alltaf að passa betur upp á þetta og að hún sé boðin með. Eftir þetta breytist ekki neitt og mér er aldrei boðið með og þegar ég spyr að gera eitthvað þá er aldrei pláss fyrir mig. Ég ákveði að tala þetta aftur og í þetta skipti við sömu stelpu og ég sagði fyrst og aðra líka. Það samtal var alveg eins og það fyrsta og ekkert breytist eftir það. Svona er þetta ennþá í dag og mér er aldrei boðið með og það er mjög sjaldan pláss fyrir mig. Ég er búin að fara til sálfræðings og mér fannst það ekki hjálpa mér og ég veit ekki hvað ég á að gera lengur. Allir sem ég hef sagt frá þessu segja við mig hversu sjúklega leiðilegar eru og ég er bara að slíta öllu sambandi við þær og eignast bara nýja vini. En máli er að mér langar til þess að eignast nýja vini en það er samt miklu erfiðara en ég bjóst við og það er sérstaklega þegar COVID er í gangi. Og það er sumarfrí og mér er aldrei búið með neitt. Eru þið með eitthvað tips hvernig það er gott að eignast vini og bara hvað í fjandarum ég á að gera? Elsku besta mín. Sko, ég held að rosalega margir gangi í gegnum þetta. Þetta hljómar alveg svona kunnlegt, skilur? Já. Og vinir úr grunnskóla, þú þarft ekki að vera vinir þeirra í dag, skilur? Þú þarft ekki að halda áfram á sambandi. Það er svo ógeðslega mikið skemmtilegir fólki hérna úti. Vá. Það er bara svo, þú veist, ég var ógeðslega lokuð þegar ég var í grunnskóla.
og tók svo bara ákvörðin að ég ætla í menntaskóla, ég ætla að eignast bara fullt af nýjum vinkonum og þú veist, ég bara manifesta það, bara basically og bara það að vera opin fyrir samskiptum við bara, og ég veit að ég myndi það óslega leiðilegt að það að trýta þér svona og ekki að bjóða þér en það þarf tvo til þess að halda upp í vinasambandi eða fleiri skilur þú getur ekki verið ef að manneskjan ekki að gefa það tilbaka þá eru þið ekki vinkonur basically. Þú átt ekki að vera að sækjast í þær endalaust, þær eru að vera að sækjast líka í þig og þetta er ekkit persónulegt af þig, þetta er bara þær að þau veist vera bitches skilur sorry to say, skilur bara sorry, þetta er bara leiðileg hegðun, skilur þetta er það og ég er ógeðslega stolt að þér að hafa talað við þær að það eru tvisvar já, á þessum tíma, þegar maður er svona ungur maður var alltaf bara inn í sér, skilur maður var ekkert að taka svona konfronta, skilur ég þarf ég aldrei, en þú veist, í dag myndi ég alltaf gera en það er bara því að maður er búin að læra en þú veist, það er ógeðslega vel gert hjá þér að vera 16 ára, en þú veist það bara ekki að skilja að vera vinkona en eða að trýta þér svona, skilur Nei, svo líka bara þér að segja það er svo oft sem að maður byrjar þú veist, ég man alveg eftir þessu transitioni að fara úr grunnskóla yfir í menntaskóla og maður held að þú veist vinkonahópurinn sinni úr grunnskóla væri náttúrulega bara vinkonum hans að eilífu, það sjálfsög það er vel oft þannig já, klálega, og þær eru búin að vera það síðustu ár, skilur bara þínar, þú veist, kannski varstu í sama grunnskóla frá 1. til 10. bekk, skilur náttúrulega, og ég er ekki að segja þú er ekki eftir að eiga samband við þú veist, neina af þeim en svo bara gerist eitthvað í menntaskóla og ég reyndi sjálf maður bara breytist maður þroskast bara sundur frá sem fólki og stundum koma einhverju tilbaka, skilur klárlega en það er bara svo ógeðslega mikið að gerast á þessum fyrstu momentum í menntaskóla að það er einhvern veginn allt meira spennandi og maður er kannski bara ekki að pæla kannski er bara ekki að fatta þessu skilja út undan en samt þeir eru 5, skilur það er ekki svo að sé erfitt að halda 5 manns Nei, það er alltaf að það væri 10, skilur þá er kannski óglindum að bjóða Gretu, skilur já, nokkla segjum að hún heiti Greta, skilur þetta bara fake nafn en þú veist, bara svona pointi er líka með það, skilur að það þarf, veist, ég fattar núna að þetta lítur út fyrir að vera hræðilegt og lítur út fyrir að vera heimsendir að því að þú veist, þetta eru búin að bestu yngarnar eins og lengi og svo ert að færa þig yfir og það er eitthvað svona ég veit ekki, þú veist, svona spyrnarsmóti, ég veit ekki ógeðslega leiðilegt, skilur ógeðslega leiðilegt og ég skil að þú sért bara búin að liða illa og einhvern veginn svona en versta sem þú getur gerst er að fara að loka þig af þegar þá erst ekki með opinn huga hjarta fyrir það að eignast nýja vini þannig að það gerir þetta aðeins erfiðara ef þú erst alveg bara, þú veist, að loka af mikið, sko algjörlega ég myndi líka segja, þú veist, svo er alltaf erfitt að setja okkur í þessu aðstöður því við vorum það heppnara þegar við byrjum menntaskóla þá var ekkert COVID og maður bara settur í bekk og maður settist bara í liðinu okkur stelpu og svo bara hægum við okkur hátíðismann saman og er þess voru skilur algjörlega, en það jákvæða við þetta núna er að það er ekki COVID lengur, skilur, í Íslandi þannig að þú getur farið bara beint að mingla við eitthvað lið, skilur og bara ferð inn í annað árið þitt bara opin eins og við fórum inn í fyrsta ára okkar í MS, skilur bara kynnist öllum eins og ég kynntist Jóu þannig að hún lappaði upp að mér og sagði bara hæ, ég heiti Jóhanna og tók í höndina á mér og bara bestið síðan þá, skilur þannig að þetta er bara tækti bara í hendina á næsta velgi bara hæ, hvað segir þú, skilur bara svo vorum við bara saman í bekk, í öðrum bekk þegar það svissa upp bekkjum á öðru ári allan í MS á þeim tíma og þá vorum við bara komin í bekk og þá var ekki eftir snúið Nei. Það er bara fórum saman í hátíðismat það er búið sitt þannig að þú kannski ferði í haust í tíma og sestu hliðin á þinni byrstu eða þinni sinu og bara það er bara verði ekki eftir snúið af því að vinir úr menntaskóla þú veist, ég kynnist öllum vinkonum mínum ég á ekki eina vinkonur úr grunnskóla þannig sé í dag þess ég er bara kunningja alla vinkonur mínar eru úr MS eða, það eru ekki allar úr MS já childhood vinkonur það er ég var bara að tala um að það er ekki úr grunnskóla en ég ætlaði líka að segja að hún spyr hvernig eignast vini og eitthvað sem við tvarum mjög mikið sameiginlegt er að við eignumst líka fullt af vinum í gegnum vinnu 100% þannig að þú veist að fara skemmtilega vinnustað og þú ert á vakt með einhverju stelpu og því finnst þú skemmtileg og ég veit það er oft svolítið svona flókið hvernig ég var að taka þetta samband úr vinnunni skilur þú veist? Nei, það er ándjast, við erum góðir ég var að vinna í bíó og bara eins og ég segi,
það eru ógeðslega margar þaðan þú veist, og ég líka bara búin að viksa öllum hóknum mínum, skilur, þannig að við erum allar vinkonur í dag en þú veist, bíóvinkonur mínar það eru bara for life, sko nei, alveg, það er svo auðvelt að eiga sem við bara bákvæði auðvitað að eiga svona mikið eftir þú veist, hún að fara að upplega það að kynnast Sabrinu og Söru í bíónu, skilur, fyrst skipti þú, í alvegni, þú getur alveg eignast vinkonur, sko, þú veist, engar á að gera því Nei, en ég held að sniðu staður til þess nú við sumarið, þú getur pröfað að reyna að finna þér sumarvinnu, en kannski eftir í sumarvinnu og þú veist kannski ég búin að átta og heyrði, ég get alveg kannski verið aðeins opnað hér, skilur, en að opna sig aðeins í vinnunni og þannig, og svo þú veist, eins og ég ætla að segja, skilur, að getur verið pínu flókið, að því ég var alveg verið að vinna vinnustað og eignast gekk á vinkonur og ég svona, hvernig getur verið vinkonum fyrir utan vinnu, þú veist, það var alltaf svona yes, ég er með hennavakt, alltaf þannig eða oft þannig, og þú veist, maður svona, þú veist, maður sé memes og þú veist, TikTok svona bestu vinni sína í vinnunni svo bara taka skarið, bara langar þér þannig er kannski ekki rætt í kvöld eða ertu kannski lausið þetta eða eitthvað fara í bíó saman, þú veist sund, taka æfingu saman þú veist, langar að kíkja æfingu eða þú veist, fara í bara spinning, fara í eitthvað svona tíma bara í alvörinni, þetta er bara eins og að bjóða einhverjum gæja, skilur á deitin nema bara skemmtilega bara miklu skemmtilega, þú þarft ekki að vera stressaður og þú þarft ekki að pæli hvernig þú lítur út og eitthvað svona, þú verið bara eins mikið þú og vilt og svo átt að vera náttúrulega líka með gæja með gælum en við vitum hvað það er, þegar maður fyrir að date maður er svona stressaður yfir X, Y, and Z, skilur það er svona öðru í seldur en þegar maður eignast vinkonur en svo líka, þú veist, ég þekki ótrúlega margar stelpur í dag í gegnum samfélagsmiðla þannig að þú veist þú getur bara spjallað við ykkur á netinu, bara fara varlega klárlega 100% bara vera opinn og þú veist, og svo þú veist eins og ég veit að margir gerðu eitt fyrir MS þegar MS var að byrja og sáu þau, þú veist, bekkjalistan og nú veitum við ekki hvort þú sért í þannig námið að sé bekkjakerfi eða ekki en ef það er bekkjakerfi eða bara svona nemendalisti, skilur árgangslisti eða Facebook-grúppa eða eitthvað, skilur, með árgangnum einmitt, og þú gæti bara að pröfa áður en skólinn hefist aftur, bara senda á einhverju stelpur sem til í stá eða fyrst, eða strák, skilur bara whatever og sagt bara, hæ, þú veist ég sé saman í tíma, myndur ég vilja hittast í á kaffhúsi bara ísbíltúr eða eitthvað bara hafa þetta simpul og bara pröfa að því að það versta sem getur gerst í alvörunni er bara, mann segir bara nei, kemst ekki, fæn en þú þarft aldrei að liða illa við því að því að þú varst þarna opinn og bara næs bara get næs manneskja og þú veist ekki hvort einhverja þessum stelpum eða strákum á þessum bekkjalista, nefndalista sé bara í nákvæmlega sömu stöðu þú nákvæmlega og sé bara, ég líka bara og sé bara yes og einhver vinnur skilur einmitt, hjálpi mér og nú hef ég, þú veist, ég hef núna tvisvar sinnum farið erlendis í skóla þar sem ég þekki ekki sálu og enginn til þess að fara að hitta, þú veist, ykkur stelpunar eftir skóla, þú veist, þetta var bara it's do or it's die einmitt og ég man í Englandi var þetta, þú veist, mér fannst þetta sjúklega svona overwhelming og ég þekkti bara ekki neitt auðvitað og ég get alveg sagt að fyrstu vikan var bara, ég fór bara einn í skólan og svo fór ég bara einn heim og ég, þú veist, það var enginn þarna svo bara byrjaði ég, þú veist, svona í tímum að vera aðeins svona, bara spjalla maður hefur ekkert að tapa nei, engu og þar kynnti sér til dæmis góðun okkar James bara í tíma því að þú veist hann var bara sjúklega kammo og ég var bara sjúklega kammo ég elskar bara hvað James er oft bara nefndir í þáttum hann hefur ekki hugmynd en hann er bara góður vinur okkar og hann var bara svo ógeðslega næs og þú veist svo hitti ég kærustuna hans og hún var svo sjúklega næs og þetta var bara geðið skemmtilegt og svo eignaðist ég, þú veist aðra vinkur á núti sem að ég bjósi að með öðru ári og þetta bara, þú veist, það kemur bara en ég þurfti alveg, ég skildi alveg ég þurfti alveg að mana mig upp í þetta, skilur og svo þegar ég var komin til Boston þú veist, það var líka ógeðslega erfitt þar var ég reyndar kannski aðeins heppnari af því að það voru svo margir international nemendur þú veist, sem voru að koma kannski frá Svíþjóð og Noregi út allt að þú veist, það leið öllum eins og ég en eins og meira þegar ég var í Bretlandi þá voru svo margir Bretar þeir voru bara heima á sér og þú varst bara einn frá Íslandi þú veist, það var ekkert margir aðrir international þú veist, ekki einmitt og þeir voru bara heima á sér og þeir gátu alltaf bara hringt í vinkonu sínar áttu vinnu út fyrir það þú varst alltaf bara einn bara í nýju landi
Einmitt. En þetta bara, þú veist, ég man fyrsti dagur minn í Boston, ég var svo stressuð sko og svo bara labbaði upp á Hönnu, hún var þarna og ég var bara, hæ, veist eitthvað svo og við lentum í ykkur svona sama holli, svo var ekki eftir snúið. Nei, nákvæmlega. Svo er bara langar í kaffibóll eftir skóla, já, ok. Þú veist, í alvörinni. Já. Það er svo mikið sem að þú getur gert og þessi hópur að þær séu að segjast alltaf bæta sig En gera það ekki. Og gera það ekki, það hljóma bara smá toxic, sorry. Það gerir það. Já, að þú veist, ég veit það ekki, bara... Og mér finnst líka bara, alveg svo Sunneva sagði áðan, þú veist, það tekur 2 til að halda vináttu sambandi uppi. Þannig að... 2+. Þú ert ekki, það verður að vera einhverja mótið, skilur, þú getur ekki alltaf verið... Nei. Þú veist, ég var alveg lent í því að vinsambandi hjá mér var þannig að ég var alltaf að sækjast í mannskinu og svo var ég bara, ok, ég þarf að fá það tilbaka, skilur. Þú verður ekki með aðtekli tilbaka. Já, þannig að ég bara kötta á það, skilur. Og það er bara, þannig er það stundum. Og það er ekkert að því. Ekkert að því. Fólk bara vex í sundur og annað fólk vex saman. Nákvæmlega. Þetta er bara ógeðslega einfalt. It's all meant to be. It will be. Klárlega. En líka, nú vitum við ekki, þú veist, hvort að þú sér duglega að senda þær eða hvort að þú takir bara alltaf eftir að þær séu saman og senda ekki á þig. Já. Þannig að, þú veist, núna ertu búin að ræða við það 2 svar. Mér finnst þess að þú eigir ekki að þurfa að ræða þetta aftur við þær. En pröfa þú núna bara að senda þær nokkru sinnum. Bara, hæ, stelpur, vil ég gera þetta á morgun eða eitthvað svona. Já. Og ef það er alltaf nei og ef það er alltaf, nei, við erum að fara að gera þetta og þér ekki búið með, þá verðum við bara að vera sammála þeim sem þú hefur talað við áður þetta, sem segja slíta sambandinu. Já, ef þær eru að plana eitthvað og þér er ekki boðið endalaust, skilur, þú veist, þá er þetta bara ekki holdt fyrir þig. Það er ekki þess virði. Nei. Það er bara they're not worth your time, sko. Klárlega. Energy, og það er kannski erfitt að sleppa einhverjum sem að voru vinkonæðina svo lengi, skilur. Já. En stundum eru bara bitches, sorry. Þú veist, maður er alveg lent í þessu, skilur. Ég var lent í þessu skilin út það og það er óslega leðilegt. Ég líka, það er umulegt. Já, maður þá bara vera bara, heyrðu, ok, þú veist, þá er þetta bara ekki fyrir mig. Klárlega. Bara be your own, þú veist, þú ert nóg fyrir þig, skilur. Svo líka bara góð punktur sem einhvers eftir að nefna að því að þú talar þetta bara vinkonur. Strákar getur verið geggjaðir vinir. Já, elska strákar vinni. Úr grunnskólanum mínum, þá get ég sagt það, þú veist, ég er í sambandi við miklu fleira strákunum heldur en stelpunum. Jú. Og og þú veist, þeir eru allir bara, ég tel þá bara mínu bestu vini alveg svo þig, skilur, þetta er bara það þarf ekki að afloka, skilur, þetta sé þú bara áttu vinkonur, eða fattur það er líka bara vini. Já, fyrst, ég lendi mest strákabekk í heimi í MS fyrsta ára mínu og ég átti eiginlega bara svona ég var bara með strákum bekk og þeir eru bara með best friends, sko. Nákvæmlega. Svo var ég með ykkur svona í hinum bekkjónum svona on the side. Já, og svo fórst í annan bekk og bara stelpur. Já, þannig að ég bara, nú er það boys on the side. Já. Nei, það er bara gaman, bara skiptir ekki Nei, skiptir ekki neinu. Hann vil bara nefna líka nafn svo já, auðvitað. Já, svo marga góða strákavini. Það er bara yndislegir. Þeir eru mjög traustir og góðir. Já. Bestu. Og það er miklu minna drama. Já. Ég get sagt það. Já. Já, það er alveg þannig. Já. En samt er strákar alveg jafn dramatíski stundum, sko. Já, en mér finnst strákar bara svona kannski ekki byrja eins mikið og stelpur gera stundum. Men þeir eru svona kannski fljótari útkljá málin. Já, það er bara, ok, við erum góður. Já, bara, ok, við erum góð. Hvað grínast það? Já. Og bara ræða, skilur, og svo bara, ok, við erum góður, skilur. Já. Men gerður bara, fyrir 5 árum, þá gerður þú þetta. Klukkan þetta. Og ég hef bara slútið sár. Það voru ekki búin að ræða það. Nákvæmlega. En við vonum að þú fegst einhvers konar ráðleggingar frá okkur, en á botnin kvöld, þá getur við sagt, þú veist, verð þú opinn, pröfa þú að reach out smá. Já. Ef þú fara eftir neitun, þá bara sorry babes, þær eru ekki að svirði. Vinna. Það er geggjaðist það til þess að eignast góða vina. Samfélagsmiðlar. Og svo bara kíkja með hvort þú sért í einhverjum grúpum eða eitthvað þannig. Það er bara að vera opinn, þú veist, núna er það alltaf djama. Nei, þú veist alltaf ungið til að vera djama. Já, ekki til að verði bara heima. Já, ángríns. Það er mikið sem getur gert. Klárlega. Eins og Birta fór til annars land sem þekkti ekki eina sálu. Ekki eina. Hún kynntist fullt af fólki. Það tók bara courage. Það bara að vera hugrakkur. En það er bara pínu, þú veist, bara svona ég hugsa ótrúlega oft og bara svona telling my secret, en ég hugsa ótrúlega oft eins og Beyoncé, söngur hann.
hún mjög feimin það svona kemur hún ekki fram með mörgum viðtölum og svoleiðis að því hún bara svona finnst almennt erfitt, já, hún bara inn í sér þannig að hún hefur talað alltaf fyrir upp á svið þá er hún Sasha Fierce það er svona gaf hún út plötu sem hét það og ég var bara svona, ok, þú veist að ég get alveg verið sjúklega opin en ég get líka verið sjúklega feimna, fyrir bara ótrúlega mikið eftir aðstæðum okay, same og þegar ég aðstöðum mig þekki ekki sálu þá er ég aldrei að fara að vera eins og vinkunum í Boston standa upp og segja hi, þetta er Beyoncé og svo bara joke ég vildi, ég geti verið það það var nákvæmlega sem ég var að hugsa því ég hitt hann, ég bara I wish en þetta er bara, þannig erum við samt báðar og einu glas búblum, sko já it's a liquid courage all jokes en það sem er ekkert mikið að mæta fullur í skólan þá nei, joke, nei, alls ekki en ég er bara að segja, þú veist, við erum alveg þessar manneskjur já, klálega við höfum þetta ekki í okkur nei. En við þurfum bara að gera það, skilur og það er það sem ég gerði mynd út í Boston og út í Englandi ég var bara svona sett upp á eitthvað svona alter ego svo ef þetta fyrir bara algjörlega úrskeiðis þetta var ekki, þetta var Sasha Fierce nei, fattur mig, bara svona ok, bara ég ger þetta bara af því að þú veist, það versta sem gerist er ekkert svo slæmt þú erst ekki að fara að láta lífið, skilur hvað gerist? Hvað er það verst sem gerist? Mitt það er það sem ég þurft að læra mjög mikið ég er bara ógeðslega feimin sko, til að byrja með bara áður en ég byrja á samfélagsmiðlum og þannig hjálpið mér sko að fara inn á nýja staði var bara versta sem ég veit sko já, pældi með hvað þú ert í dag, skilur já, einmitt maður bara vinnur í sér sko. nákvæmlega, þetta er bara það þetta er bara sjálfsvinna en, sem er mikilvægast að vinnan í dag klárlega 100% en já, þannig að vonandi eru búin að leysa þína dilemmu allavega að gefa þér smá svona nú getur hugsað þetta, skilur, og sjá hvað þú vilt gera með og vonandi sögðu eitthvað nýtt vonandi varst að heyra eitthvað nýtt eitthvað annað en allir eru búin að segja við já, ég vona það herru, svo var eitthvað sem sendi, var það ekki á EG? Jó, og ég setti story á teipaðinni let me see það var verið að spurja hvað var þetta sendt? Þetta var í edir hér já, ok en basically það sem ég setti story er spurningin sko það bara pælingin var hjá einum sem sendi inn var bara hvort það virki að vera 3 saman í best friends vinnagrúpu, skilur ok og ég setti bara inn 3 saman sem besties virka það og bara kjósa, já en nei já. Hvað heldur að sé? Þú búin að kíkja? Ég er búin að kíkja því mér okay. Sorry En það er alveg 62% segja já 38% segja nei Já Það er greinilega þessi 38% sem hafa lent eitthvað í því að vera skilin út undan þá eða eitthvað Hver er þín persónulega skoðun? Mér finnst það, þú veist, ef þetta er rétt af fólki, skilur, já, mér finnst það þú veist, en ég skil alveg að það sé auðvelt að verða út undan líka en þá er þetta ekki 3 manna hópur, skilur ég er alveg í svona 3 manna teimi, skilur á mörgum stöðum og það virkar alltaf mjög vel en þú veist, þú þarf bara að vera smá svona það er alltaf læg þó að einhverjur 2 hópnum fara að gera eitthvað já. Þú þarfst að vera ekki ógeðslega mikið FOMO típa Þú þarf líka bara að vera sjálfsöruggur, skilur það er ekki að baktala þig og þú veist, þetta er bestu vinkonina það er að fara í kaffi, þú þarfst ekki að fara að grenja því, skilur þú fyrir bara kaffi með þeim næst, skilur þú bara komst ekki, þú ert að gera eitthvað annað þú ert örugglega að gera eitthvað flott, skilur 100% ég held líka að það sé ég tengi alveg þessa spurningu þú veist, þetta er alveg góð pæling og ég held að það sé líka smá svona hvað segja, svona aldurstengt svo þegar við vorum yngri, kannski fyrstu árunum í MS þá hefði ég sagt bara nei, þetta virkar ekki já, þú veist bara maður var minna sjálfsöruggur þá maður sjálfur og þá kannski hélt maður bara, oh my god, heimurum minn er að hrynja því að ég er ekki með það því að þú veist maður var meira FOMO-típa þá en ég persónulega, þú veist, ég veit að náttúrulega FOMO er mikið ég er persónulega ekki mikið FOMO-típa nei ég er einhvern veginn alltaf þegar ég sé eitthvað og ég bara, þetta væri geða gaman að ég væri hana en ég er svona að gera eitthvað sem ég finnst gaman, skilur ég er bara geða til að ég var að chilla og horfa á mynd, skilur og það bara einhvern veginn að finna svona innri peace 100% bara FOMO er örugglega leiðilegast tilfinning í heimi það er það, þannig að bara don't have it, bara cancel FOMO já, en líka bara þú veist ég held í grunn að þetta sé bara vertu sjálfsörugg, skilur og að þú ert sjálfsöruggur og þú ert ekki einmitt að sitja heim og velta fyrir hvort þær sé að baktala þær eru ekki að því, ekki að vera bestu vinkonur nei, ekki að vera bestu vinkonur, en það er bara ef það er eitthvað toxic vinkonur en líka bara ef þú sér þær vera að fá sér kaffi eitthvað
þú veist, eins og með Sabrún Heiðu vinkonum mína, við erum alltaf 3 saman ég myndi sjá það, og ég hefði tíma til að koma ég væri bara, hvar er það ég er að koma? Já, nákvæmlega, klálega. Þú veist, það er ekkert þannig, að allavega ég heilbriðum vinkonssambandum, það er enginn að skilja út undan, þetta er bara svona, hei, við erum báðar að gera neitt og svo kemur hinn bara ef hún laus, skilur bara svo mikið. Eða bara, þú veist, ein var að keyra fram hjá rétt sem hinn og það heima og bara hægir svo heima, þú veist, má ekki bara koma eitthvað. Nákvæmlega, verður bara típan ef þú ert í 3 vina hóp og það eru 2 að gera eitthvað, verður bara típan sem er bara, má ég koma? Eða bara, ég er að koma. Já, bara klárlega. Bara hvar eru þið, skilur og bara verður örugg, skilur það ef það eru saman í kaffibólu, þú sér það á Instastory eða TikTok eða hvað sem er, þú veist, verður þú bara, nice, þú veist. En ef þú ert í þannig sambandi að þú veist að það er, þú veist, ef þið líður illa við að sjá vinkonirnar eða vinina úr þessum 3 manna hóp eða líður illa að sjá það saman, þá er eitthvað meira bak við það. Já, og þú veist ef þú heldur þess að baktalið þá er það ekki vinkonirnar. Og ef þið eru alltaf 3 og segjum þið eru alltaf 3 og þið eru að fara að gera eitthvað saman og það er alltaf 2 sem er svona miklu meira saman eða eitthvað þannig, þú veist, þá kannski bara svona endurhugsa. Já, þá getur bara verið, þú veist, það þarf ekki að vera þetta bestu, skilur við. Nei, klárlega. Þú getur bara verið partur af, ég veit ekki. Bara teiminu. Já. Ég veit ekki. Nei. Ekki hvað ég er að segja. Ég finnst alltaf, þú veist, ég á svo mikið af bestu vinkonum, skilur við, og ég get verið með þeim bara alltaf öllum og öllum saman og sikkuru og þú veist. En ég held að sé líka aldurinn. Já, 100%. Ég held að sé að, þú veist, við bara núna, skilur við, bara guð, þú veist, ég fæ aldrei neina svona bad vibes þú veist neitt þannig, en ég held bara þegar maður er yngri og maður er kannski svona veistu svo núna veistu, þú ert að verða 25 ára bráðum og núna veistu nákvæmlega hver vinkonur einar eru. Já, einmitt, maður er alveg búin að sikta vel, skilur við. Já, klárlega. Maður á bara, þó að þú sér 16 ára, þá áttu bara að vera að sikta, að þú áttu bara að vera með fólk kringu þessu læti líka vel. En ef maður er á þessum, já, það er málið, ef maður er kannski á þessum stað, segjum að manneskja sem spurði þessa spurningu, er á þessum stað sem mann er kannski ennþá bara frekar yngri og allt er frekar nývinasambönd og einmitt ekki búin að láta á þetta reyna, þá skil ég alveg að þú sért kannski svona, my god, myndi ekkert maður virka og en þetta kemur aldrei, við getum sagt það, þú veist, núna er bara maður er aldrei afbrýðisam út í vinkonum sínar fyrir það að vera með öðrum vinkonum sínum, það bara gerist ekki. Það er ekki heilbrigðu vinkonsamband allavega. Nei, en og eins og Sunna var að segja, þú veist, ef þið líður eitthvað illa við það að sjá þær 2 eða þér líður alltaf eins og þú sért 3. manneskjan þegar þið eigi bara basically vera hópur, þá er náttúrulega kannski tími til þess að kannski bara að finna sér einhver aðra samlöku, skilur, þá getur þú verið samlöku um þeim og svo bara inn í hóp með þeim, skilur, hinnum. Og þegar við segjum slíta vinskapið, þá þarf enginn að senda eitthvað svona, ég er hætt með þér skilaboði eða þú veist, bara, þú veist, ef líka þær, þessi 2 úr 3 manna honum séu ekki að heyri þér, skilur. Það eins og þeim, það þarf báðir aðilar þurfa að vinna í vinnarsambandi. Það virkar ekki ef að ein mannskjan sé alltaf að sæðist í mannskjan. Það er ekki gott að neitt. Segjum að við varum ég, þú og þessi samloka varum í vinkonum sambandi og segjum að þú var alltaf að setja eitthvað inn og ég var alltaf að, já, ég kemst en samlokan myndi aldrei svara. Einmitt. Þú veist, þá augljóslega þetta kannski svolítið út, bara óvart og okkar samband óvart verður þá sterkara þegar við erum ofta saman. Já. Þannig að þú veist, það þurfa allir, alveg svo segir, bara leggja sér fram. Já. Komu hugmyndir og spyrja og ef bara ein kemst, þá er það alltaf lægi. Það þurfi ekki alltaf allir 3 að komast. Nei, þið með alveg gera eitthvað 2 sko. Það er bara allt í góðu. En það þarf alveg að finna á þennan stað að vera. Já, þetta tekur smá tíma. Að því leður búin að sikta út allt þetta toxic lið þá er þetta bara fólk sem þykir væntum. Og þú sikta með hendinni. Ég var að sikta. Ég var að horfa alltaf toxic fólki í lífinu mínu gaman. Bye bitches. En þá er þetta bara, þú veist, þá er þetta bara svo miklum peace með sjálfum þér að þú ert ekki óörugum með vinnasambandi. Nákvæmlega, og með sjálfa þig, skilur, þú ert aldrei við vinkonusambandi sem þér líður illi, þú veist, eða eiga vinkonur sem læta þér líða eins og þú sett ekki nógu góð. Ég hef alltaf bara, þú veist, þegar við segjum cut out, bara cut out svona mannskjur, þá er bara svona hætta bara að eiga samskipti að mínu fyrir bara, skilur, maður er alveg næs við mannskina, en ég er ekki að sækjast í hana, skilur, bara hætta að sækjast í það lið, það er kannski betra. Það er kannski betra, já. Já, nákvæmlega, hætt þú bara sækjast í þetta og svo bara kurteislega neitar þeim ef þau eitthvað. Segja bara, ég menna plön. Ef þú ert í þannig stuði, skilur. En þú veist, ef þú vilt ekki tíma, bara catch up, þá bara klálega. You do you. Ég held að þetta sé mitt bara svona, hvað segir maður, svona, þetta er bara svona trial period, skilur, þú veist, allan fyrir þá sem eru kannski yngri, fyrir þá sem eru á okkar aldri,
eru vonandi, en kannski samt ekki maður þarf alltaf að vera með sigtu á lofti algjörlega, ég held fullt af fólki sem er eftir að sigta vel skilur bara kemur bara eftir róla #sigta sko #sigta þetta nýja ekki þetta svona bökunarkall emoji gríns, jú, ef þeir eru komin svona langt inn í þáttin senda okkur bökunarkall ekki jú, bara we're baking a friendship ekki bara ef þið eru hérna og þið ykkur líður illa í einhverjum vinnasambandum takið upp sigtið það er mikilvægt sko mjög mikilvægt það til betri vinir heldur en þeim til að líða illa sko það til svo mikið af góðu fólki, ég er alltaf að kynast nýju fólki ég er bara svona, vá hvað þú er skemmtileg manneskja, ég er bara svona, hvað er þú búin að vera allt mitt líf, skilur klárlega, það er gaman, þannig að maður getur átt svo marga góða og vini, skilur þú veist, það er svo mikið af góðu fólki í þessum heimi, sko og svo mikið af, þú veist hvað segir maður, svona litlu brottum, skilur en maður það bara sikta það, við bara finna út hver það er já, og stundum koma þér óvart, skilur, en þú veist, ég er líka þannig, ég finn alltaf svona strax. Já, þú finnir svona væpi frá fólki. Já, ég veit bara hvern mér líkar ekki vel við. Ég er alltaf að vera þannig. Það geggja kostur, ég er ekki þannig. Nei, þú ert ekki þannig. Ég er ekki þannig, þannig að þú veist... Ég þarf alltaf að segja það. Ég er svona detector, ég finn alltaf að fólk eru að fake við mig. Já. Það er svona kannski einn og einn sem er með slætar, skilur, ein og ein manneskja sem slætar, maður svona tekur ekki eftir því strax, svona wow, eiginlega er maður detector. Já. En það er alltaf villa í kerfinu, skilur, ég get ekki verið með fullkomna detektor, skilur. Það er svolítið ekki, þú ert bara fullkomna hægt rólega. Já, einmitt, maður er bara, þú veist, og þá bara endurkóða ég þegar leiða einhver svona slæta í smá stund, skilur. Og þetta má aldrei gerast aftur. Já, þá er maður meira on the alert. Þegar maður vill bara good vibes. Klárlega, og þú veist, vinkunar það er bara til að segja jákvæð auðvitað skilur lenda allir í einhverjum uppákomum og já, guð, maður getur alltaf lent illa á einhverjum og þú veist, lendi illa saman skilur og það er alltaf hægt að leysa ef að vinkunar er þessi virði já, og ef þið eru bara tilbúin í það skilur algjörlega, það fyrir eftir algjörlega hvað mann sem gerði samt já, wow, that's not even go there sko, sem er bara ekki skili fyrir nei. Það er bara þannig punktur ég er ekki forgive all sko típan, ég er meira svona ok, ég skal það fyrir ókslega mikið eftir aðstæðum bara já, skal alveg taka ég er ekki pirröðu lengur en þú ert ekki bara í lífunum mínu lengur nei, klála það er bara það er örgulega fyrir ykkur aðra dilemma það er bara partur í annan þátt sko herru, skál fyrir fyrsta dilemma takk fyrir að hlusta bakararnir okkar já, farið að sigta og sendi okkur fleiri dilemma segði viljið, skilur það er gaman bake some friendship hei a bun in the oven a bun in the oven friendship bun já ok, góð ferð í London þannig takk fyrir að segja næstu